Sælar kæru meyjur. Í dag erum við aðeins út í náttúrunni. Það er rigning og frekar kalt hérna á Norðurlandi, þar sem ég sitt. Engin tónlistundi núna, það eru bara náttúruhljóðin, rigningin og kannski smá fuglasöngur. Ég vona bara að það er gaman að því. Í dag ætlum við að skoða ástina. Þá skulum sjá hvað spilin segja meyjur og ástina og hvað kemur. Ásakið. Elsku kæru meyjur, þið verðist eiga ykkur aðdáanda. Þar sem að þið eru svona frekar lokaða týpur, margar hverjar. Þá langar mig að biðja ykkur að opna aðeins smá rifu á hjartan ykkar sem að virðist vera dálítið lokað í augnablikinu. En þið eruð opnar, kæru meyjur, fyrir ýmsum svona praktískum hlutum, praktískum hliðum ástarinnar, en opniði líka á tilfinningarnar. Það er eitthvað nýtt, gott, nýtt að koma til ykkar hérna, einhver nýr veruleiki. Það eru mikla breytingar í gangi og ég held að ég eftir að koma ykkur á óvart þetta nýja skemmtilega sem er að koma inn. Aðdáandinn sem ég talaði hann er svo sannarlega hérna með mikið af fallegum tilfinningum til ykkar og hann er að reyna að halda jafnvægi í þessi aðili, að reyna að láta tilfinningarnar ekki hlaupa með sig og er að reyna að láta þær ekki verða yfirþyrmandi, þannig að það kraumar svolítið hérna undir niðri hjá honum. Þetta er einhvers konar tenging hérna sem að hvernig að orða þessu er ætlað að verða. Þetta er tenging sem að hefur með réttlætið að gera og ef að þið hafi verið lengi að bíða eftir þessu þá er komið að því loksins að þetta samband nái að smella. Þið eru alltaf frekar praktískar og eins og ég sagði áðan eru að hugsa hérna praktískar hliðar og þið eru tilbúnar svona að rétta fram kannski 2 putta, helminginn kannski af hálfri hönd. Meðan þessi aðili, hann er tilbúinn bara að fara að gera þetta bara almennilega með skuldbindingu og öllu. Þannig að það er svo sé meiri alvara í gangi þeim megin, heldur en kannski hjá ykkur. En það sem veldur hjá ykkur er að þið eruð ekki tilbúnar, kæru meyjur, að opna hjarta ykkar nema það sé eitthvað öryggi fyrir því að þetta verði eins og þið viljið að það verði. Málið er bara að hlutirnir virka ekki þannig. Það er aldrei neitt öryggi í ástinni. Ástin bara krefst þess að maður taki sénsa og sleppi bara svolítið fram á sér beislinu. Og ég veit þetta hljómar hræðilega, kæru meyjur, en það er bara þannig. Þannig að þið verðið aðeins að slaka á
taumunum og draga svolítið frá varðandi tilfinningarnar ykkar. Ok. Þá sjáum við hvað meira hérna fyrir ykkur. Hinn aðilinn sem ræðir, ég gæti trúa að hann sé búinn að vera einhleypur dálítið lengi. Gæti verið jafnvel þið líka. Og það kannski þess vegna sem að hann svona að reyna, sem hann í þessum jafnvægisdansi, að þið vitið það sem að hafi verið einhleyp, kæru meyjur, að það oft mjög þægilegt og maður getur svolítið fests í þeim fasa. Við skulum sjá hvað kemur upp fyrir ykkur meira. Nú líst mér á ykkur, kæru meyjur. Þetta var eiginlega spilið sem ég vildi sjá. Það sem ég les aldrei spil á hvolfi. Aðeins að laga hérna. Svona. Þið eru svolítið hræddar, kæru meyjur, við þetta allt saman, en þetta verður allt í lagi. Nú er ég farin að tala eins og mamma ykkar, sko. Ég ætla að sýna ykkur hérna þetta fallega spil sem að kemur til ykkar. Þarf ég að segja ykkur meira. Á eftir þessu kemur spil sem táknar tryggð, vináttu, sálufélaga, djúpa tengingu og jafnvel tengingu sem að nær aftur í tíman. Ef þið trúið á slíkt, út fyrir þetta líf, og þið getur líka hafa þekkt þennan aðila í þessu lífi alveg síðan í barnæsku. Þetta svona fortíðar tenging á milli. Eitthvað eru þið samt á varðbergi hérna, gagnvart því að þetta gangi ekki upp. Það svona kvíði og smá áhyggjur yfir hlutunum. Algjör óþarfi. Ég vil segja við ykkur, kæru meyjur, að það séu skilaboð á leiðinni til ykkar. Og það ekki bara einn blómvöndur, heldur 2. Og mikið af fallegum kveðjum og jákvæðri orku sem fylgir. Þessi fortíðatenging ykkar, þíns kæra meyja og hins aðilans, hún gæti hafa vakið einhverja neikvæða minningar, bæði hjá þér og hinum aðilanum, og að þið gætu bæði verið dálítið hrædd að eitthvað muni ekki ganga eins og þið eru að óska eftir. En eins og ég sagði áðan, það engin örugg svör í þessu. Það bara að taka sénsinn. Kæru meyjur, þið fáið hérna fleiri spil. Já, eitt af því sem að þið kannski eru hræddar við, kæru meyjur, eða kvíðið, það að missa sjálfstæðið ykkar. Þið eru mjög sjálfstæðar upp til hópa og ef þið hafið verið einhleypar í langan tíma, þá gæti þetta verið svona raunverulegur ótti. Ég segi bara, það fer bara eftir hverju þið leyfið að gerast. Ef að þið standi bara vörð þetta dýrmæta sjálfstæði, þá ætti það nú að ganga. Fyrir hinn aðilann,
þá hræðslan hjá honum tengd því að hann sé að missa af tengslunum við ykkur. Að það sé ef til vill orðið of seint að senda ykkur þessi skilaboð sem þið sáu hérna áðan, eða að einhverja hluta vegna tímasetningin sé ekki nógu góð. Þannig að það er það sem er að velkjast með hinum aðilunum. Þessi tenging er mjög sterk. Ok, hér fáið þið skilaboð já, þetta er svolítið svona vísbending að þið hafið ef til vill leyft egóinu ykkar að spila svolítið með ykkur og koma inn ótta hjá ykkur varðandi þetta samband, nú eða bara samband yfir höfuð. Þið hafið kannski hlaupið í burtu, kannski forðast svona þessi tengsl, forðast þennan aðila sem þið eruð að hugsa og ef þið vill hafið einhverja slæma reynslu af því að eins og kom að hafa tapað sjálfstæðin ykkar og þið eru hræddar kæru meir að gerist aftur. En nú þegar það er upp á yfirborðinu þá er það komið upp í meðvitundin ykkar og þið vitið af því, þá ætti þetta ekki að þurfa að vera neitt issue. Já, skilaboðin frá hinum aðilunum eru bara spilið heitir Wedding Rings, táknar ekkert endilega alltaf giftingu þegar sambandur ræða, heldur skuldbindingu og þessa sterku tengingu sem ég var að tala áðan, sem að næri ef til vill langt aftur með ykkur tvö. Það er hérna sameining, þið muni ná saman og þið eigið eftir að undrast svolítið hversu sterk tengingin er, þrátt fyrir að þið hafi kannski ekki sérst að tala saman í mjög langan tíma. En tengingin ykkar er þess eðlis að þetta er eins og band sem slitnar aldrei, skulum við segja. Og fyrir ykkur sem að trúa fyrir líf, þá hafið ef til vill gefið hvert öðru loforð einhvern tímann hér áður fyrr sem við erum núna að reyna að standa við. Ég veit þetta hljómar afskaplega væmið, en svona er þetta bara. Ég segi alltaf að þetta eru spilin að tala, ekki ég. Eitt spil hérna fyrir já eða nei spurningu frá ykkur. Skulum sjá hvað þau segja við því. Það er eiginlega nei og ég vona þá bara að spurningin að svarið sé ykkur að skapi. Þetta er eitthvað sem að mun ekki gerast eða verða, eitthvað sem þið spurðið og síðan er það spurning tímasetningu. Vísbending tímasetningu, hvenær þetta samband, hvenær þið bara náið að tengjast, skulum við segja. Það verður samkvæmt þessu í haust, september. September verður mánuður sem skiptir máli varðandi þetta samband. Ef þið vill eigið þið einhverja tengingu í þeim mánuði, þið gætu verið fædd í september,
eða þið hafið sést síðast í september. Það getur verið eitthvað slíkt. Þið vitið það þá betur en ég. Þetta er alveg afskaplega falleg lögn og mikið að jákvæðri, yndislegri orku hérna. Ástin, rómantíkin svífur hérna yfir völlum. Þó það sé smá óöryggi á báða bóga, þá er það eitthvað sem aftur að víkja fyrir hinu jákvæða. Og þá vil ég bara þakka ykkur rosalega vel fyrir. Ég vona þið að notið þess að hlusta inn á rigninguna með mér. Ljós og kærleikur til ykkar.